Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla þær meinsemdir samfélagsins sem kannski ekki gefinn gaumur sem skyldi. Í mörgum tilvikum þegar börn og unglingar falla milli skips og bryggju og hafa ekki bjargir einhverju hluta vegna til að feta þá stigu sem æskilegast væri, kemur einhvers konar vanlíðan eða félagslegar aðstæður við sögu, en þó auðvitað ekki alltaf. Sum börn villast illa en koma eiga síður frá því sem stundum var í gamla daga kallað góð heimili. Oft veit þá enginn hvað gott heimili nema þeir sem þar búa. Stundum eru leyndarmál og feluleikir. Og það hefur líka verið ákveðin opinber feluleikur að mínum mati í nafni frelsisins, sem felst í því að við hugum minna og minna að forvörnum kemur að vímuefnanotkun. Orðræðan hefur breyst. Vímuefnanotkun jú nátengd vanlíðan. Við notum einhvers konar efni sem geta verið okkur skaðleg til þess að flýja sársaukann, eitt andartak eða komast í aðra stemningu. Og við á Samstöðinni höfum, hvað maður að segja, síðustu mánuði verið svolítið í því að ræða við forvarnafulltrúa sem lýsa miklum áhyggjum af andvaraleysi. Á sama tíma reyndar hefur verið gagnrýni á skólakerfið, en ég veit nú ekki hvort við blöndum því tvennu saman hér í dag. Í vikunni var rætt við Árna Guðmundsson aðgengi að áfengi á íþróttaviðburðum. Það hefur stóraukist og mat Árna var að umbæturnar sem urðu á unglingadrykkju fyrir áratugum, þær væru í stórhættu. Og ég skrifaði færslu á Facebook í gær þá tilfinningu mína líka, því að ég hef nú verið lengi í fjölmiðlabransanum, að frétta umfjöllunum áfengi hefði breyst. Í stað þess að töluverð umræða væri svona opinberlega skaðsemi áfengis, forvarnir og ábyrgð gagnvart börnum og ungmennum, þá væru fjölmiðlar kannski svolítið farnir að veigra sér við að fjalla þetta álita efni. Og það má líka spyrja hvort fjölmiðlar kói í umfjöllun sinni með markaðsöflunum. Þau eru gríðarsterk og setja þann tón að við eigum bara öll að fá okkur í glas og vera hress. Ég held að fjölmiðlar í samtímanum sumir séu jafnvel líka tengdir vafasumum tekjuleiðum einhverjum hætti. Og þá ég að tala þá sem að tengjast sölu áfengis, sýni þeim á mikla virðingu. Ég held við séum í afneitun, ósjálfbæri afneitun sem kom í bakið á okkur síðar. Og gagnrýnar spurningar þetta hafa náttúrulega ekkert með það að gera að vissulega getur áfengi verið gleðigjafi í góðra vina hópi hjá þeim sem ekki eru útsettir fyrir neyslu þess. Við erum ekki að ræða það hér. En ég spurði í gær á Facebook hvort hætta gæti verið á því að unglingadrykkjan, sem var landlægt mein og mjög áberandi til dæmis þegar ég var krakki, gæti blossað upp og ný. Og við mig höfðu samband nokkrir aðilar. Einn þeirra Harpa Henrysdóttir, sem kennari og starfar núna við að hjálpa börnum sem í vanda. Og hún sagði að unglingadrykkja væri farin að blossa upp og ný, hefði blossað upp og ný. Ég vissi ekki að svo væri. Eftir því sem ég skilst þá eru nokkur ár síðan fyrstu merkin fóru að sjást og síðustu 3-4 árin hefur þetta farið úr böndunum, sagði Harpa. Prestur út á landi, hann tók undir þessi ummæli hennar og djáknin okkur og skáld Guðmundur Brynjólfsson skrifaði: drullupelar og froðusnakkar vaða uppi, misfarandi með orðið frelsi í orði og á borði. Skautandi viljandi framhjá skelfingu alkohólismans, eyðingaröflum hans og þjáningunni sem hann veldur tugþúsundum áður en þær þúsundir svo mikið sem smakka vín, enda aðeins börn. Þá að loka þessum búllum sem selja ólöglega vín og fangelsa eigendur.
í raun ætti að loka þá inni á viðeigandi stofnunum því það get ekki verið heilir menn sem stefna heilsu fari og sálarheill barna í voða fyrir peninga. Og mér fannst það sem ummæli Hörpu vöktu athygli. Það fannst mér bara best væri að biðja hann að koma í viðtal og hingað hún komin. Vertu velkomin. Hæ, takk fyrir að bjóða mér. Bara kæra þakkir fyrir að koma, afsaka að ég skildi drekja þér með þessum inngangi. Allt í góðu. Já. Það mál skólafólks nú stundir hér í Reykjavíkurborg að það hafi kannski byrjað að síga á ógæfuliðina ef rétt að unglingadrykkja sé að aukast með COVID eða? Sko, já. Að, ég held að það er alveg augljóst að eftir COVID að þá hefur þetta aukist en við vorum samt farin að sjá merki fyrr. Já. Það var, það er svona fyrir, ég veit ekki, 10-15 árum, já. Þá var þetta nánast, þá var sko í unglingadeildum grunnskólana, það var nánast bara ekki, þetta var bara eiginlega orðið algjört non-issue, sko. Þetta var ekki svo stórt, það hefur þetta alltaf verið og verða kannski alltaf einhverju svona jaðar tilfelli. Já. Þetta er alveg, það er þannig og við verðum að horfast augu við að það verður líklega þannig. En það sem við sjáum gerast, kannski svona, já, samt alveg svona sko 2018, 19 eitthvað, er að þetta færist sko inn í verður meira normaliserað. Já. Og við sjáum þetta bara svona á viðhorfi krakkana, ég hef alltaf verið með unglinga sko. Við sjáum þetta svona á viðhorfi unglingana til drykkju, og hvernig þau svona, hvernig þau tala þetta, hvað þau fara að gera svona og að þeir sem að drykkjan færist af jaðrinum og nær miðjunni svona á þessum tíma. Já, verður að þeirra mati samfélagslega viðurkennt. Samfélagslega viðurkennt, sko. Já. Það verður svona einhvern veginn viðurkenndara og svo kemur COVID og það hjálpar auðvitað ekki til. Nei. Þegar að þessi einangrum verður og það verður svona þessi upplaust, pínu svona heimsenda stemming. Og börn eru mjög áhrifagjörn. Já. Og það sem er bara svona smá heimsenda stemming fyrir okkur fullorðna, það verður fyrir þeim bara algjör, þau sjá ekki fyrir sér að sé neinn framtíð til. Nei. Og þá er freistandi að lifa hvern dag já, og þá er bara alveg gott að taka bara sénsinn sko. Já. Og þá var, það er náttúrulega, það bæði er COVID og svo eru loftslagsmálin. Já, loftslagskvíðin. Þau bara halda, ef við deyjum ekki öll núna, þá ferst plánundan hvor sem er. Þannig að, ég er ekki að fara að verða nýraður. Nei, þannig að það kemur fleiri en eitt saman. Já. Og útsetur ungt fólk með öðrum hætti en verið hefur nokkur skeið. Og já, gerir það og má kannski loftslagskvíðan má kannski bera saman við sko kjarnorkukvíðan á sínum tíma. Krakkar sem voru bara vissir að ekkert yrði. Og kannski reiði. Unglingar inn í 80s sko. Og kannski reiði gagnvart sko fullorðnum, foreldrum og stjórnvöldum og að hverju er þið ekki að gera neitt og margir hafa hann að fengið sér í glas út af einhverja biturð og reiði og sjálfsvorkun og allt það. Já. Og sko og það svo er annað sem að við sjáum líka og maður sér að það vantar eða sko það sem að börn eru útsett fyrir eða sko, þegar að var verið að taka stóra skurkin í baráttunni gegn unglingadrykkju þá hafði fullorðna fólkið sem að var að sjá að taka þetta skref fara í þessa baráttu, það hafði algjört dagskrárvald í lífi barnanna í rauninni. Já. Þau
höfðum mjög takmarkaðar, eða ég var náttúrulega unglingur þarna, við höfðum mjög takmarkaðar leiðir til þess að verða okkur úti upplýsingar. Annað heldur en það sem okkur var sent og matreitt í okkur. Ertu að tala tíma fyrir almenna notkun internets eins og samfélagsmiðla? Já. Þú veist, það var ekki kannski unglingarnir höfðu ekki jafn greiðan aðgang að bara allri veröldinni. Þannig að fólki sem ákveður bara, heyrðu, nú verðum við að draga eitthvað línu hérna, það þarf að stoppa þetta, það getur bara dælt inn sínum áróðri, ef við viljum kalla það, og unglingar eru áhrifagjarnir og þetta síast inn. Jafnvel þó að, þú veist, það voru hallarslegustu mömmurnar sem voru á foreldraröltinu og allt þetta, sko. En þetta síast samt inn, vegna þess að þeir eru bara áhrifagjarnir og það bara, þeir taka við öllu. Já. Þannig að hættustiga unglinga margföld upplýsingarlega og áhrifalega. Já. Það sem var hérna í algjörlega. Vegna þess að þau núna höfum við fullorðna fólkið ekki þetta dagskrárvald. Ekki bara getum við ekki stjórnað hvaða upplýsingar það eru sem þau fá, eins mikið og við gátum, vitum við heldur ekki hvaða upplýsingar það eru sem þau fá. Þannig að, og það er rosalega erfitt að bregðast við því sem maður veit ekki. Mér finnst ágætt að við spólum aðeins tilbaka núna og ég sem sagt rifji það upp sem ég sagði áðan að meginástæða þess að ég hef haft áhuga á þessum málum núna skeið, það er sko hvað áfengi hefur orðið alltaf sýnilegra og ég set mjög stórt spurningamerki við það ef ég fer á handboltaleik eða fótboltaleik að það sé bara allt vaðandi áfengi í kringum mig. Það sem að jafnvel börn eru stærsti hópurinn og mér finnst að íþróttahreyfingin þurfa að taka sér rosalegt tak í þessum efnum en þetta verður ekki, þetta sprettur ekki úr engu að þegar svona breytingar verða þá er það yfirleitt eitthvað sem hefur gerst í bitum á undan og það er eins og sko fyrir mig sem blaðamann og fréttamann mest alla mína tíð, mér finnst áhugavert að ég bara hef ekki búið yfir þessum upplýsingum sem þú ert að segja að unglingadrykkja hafi stóraukist. Mér finnst að það sé þá, það bendi til þess að sú starfstétt sem áður vann við það að hafa samband við fjölmiðla og senda skýrslur og lýsa áhyggjum og blaðamaður fékk upplýsingar og við gerðum fréttir og við gerðum þætti og svona að bara upplýsingagjöfin þetta það hefur orðið eitthvað rof í henni getur komið inn í það hvort ég hef bara sofið á verðinum og ég hef verið að horfa í aðra ráttir eða eru þessi mál einhvern veginn bara minna í umræðunni en var? Þetta er klárlega minna í umræðinni heldur en var og mér fannst einhvern veginn mér fannst einhvern veginn þetta var eitthvað sem er eitthvað sem er rætt í hópi skólafólks. Ég efast að þú finnir eitthvað unglingakennara sem að heldur að hér sé allt í þú veist að þetta sé ekki staðan sko. En við kannski bara og ég held að ég áttaði mig ekki á að annað fólk vissi þetta ekki sko. Við erum oft í okkar búblum bara. Já, sko, þú veist að einhvern veginn í mínum huga þá er þetta eitthvað sem er bara svo klár staðreind að ég bara mér hefði ekki eins og dottið í huga að þess að kom mér á óvart þegar ég þá sá að þú skrifaðir gæti unglingadrykkja aukist á ný og hún sagði hún hefur gert það. Gamli, þú ert bara steinsofandi. Já, hún hefur svo sannarlega gert það. Sko. Já, sko, getur verið að þetta tengist til dæmis umræðefni gærdagsins hérna, þá var ég með kennslufræðing sem var að ræða tregan vilja skóla yfirvalda og svona skömm sem fylgdi þessu tilhneigingastingu til stól. Er þetta enn þannig að einhverju skólar líta það sem... Ég veit það ekki. Ég held ekki sko ég held að skólar líti ekki á það sem einhverja skömm að koma upp einhver vandamál í
hópnum. En það sé fjallað það sko opinberum vettvangi og svona við séum að setja þetta framar í umræðina. Það getur verið erfitt ef að einstaka skólar eru dregnir inn í einhverja svona umræðu. Þannig að þú veist, eins og þetta málefni náttúrulega ekki málefni einstakra skóla eða eitthvað svoleiðis og svo þegar það kemur upp að það verður eitthvað ægilegt, eitthvað stórkostlegt og það tengist einhverjum hópi innan einhver skóla, þá gæti það í rauninni umfjöllun það svona stakt atvik eitthvað svoleiðis, það getur í rauninni gert illt verra heldur en almenn umfjöllun sem að verður að draga fram. Og ég skil alveg að þú veist, skólastjórnendur hafi kannski áhyggjur af að eitthvað svoleiðis gerist eða eitthvað svoleiðis ef þeir færu eitthvað að tala sérstaklega þetta en svona út frá sér, þess vegna ég er kannski góðum málum að tilheyra einhverjum skóla. Ég sé bara svona breiðan hóp. Getur talað frjálst fyrir vikið. Ég get kannski talað frjálsara heldur en einhver sem kemur frá ákveðnum skóla. Já. Það hefur verið smá stofnun að tepra í seinni tíð, það hefur tekið eftir í fjölmiðlum að það er minni vilji til að tjá sig á ótta við að einhverju hugsi nú eitthvað í dag heldur en fyrir 20-30 árum. Ég get borið saman þá tíma tvenna og mér finnst það bara að vera staðreynd. Og partur af því er kannski það að það er svo mikil, það verður svo mikil heift sko. Já. Samfélagsmiðlarnir náttúrulega. Já, samfélagsmiðlarnir íta undir það að ef þú sko sýnir á þig veikan blett þá verður hann sleginn sko. Þetta er langt í frá einfalt og við erum ekki hér að spjalla saman til þess að reyna að finna einhverjar ódýrar skyndilausnir heldur bara. En það eru ekki til heldur. Það eru ekki til. Við erum að reyna að varpa ljósi á ástandið samt. Hvar geta unglingar stundað drykkju sína vegna þess að áður þau koma saman áður fyrir þá á hann til Hallærisplanið og við vorum með sko alls konar vettvanga þar sem bara eða 16 það kannski komið inn og drukkið að hausinn en svo hefur hann bara allt breyst og við einmitt bara samhæft átak hérna að bæta þessa menningu og gera það hallærislegt sem að áður þótti sjálfsagt. Hvar geta krakkar Reykjavík komið saman og sko það er þetta allt inn í húsunum já, þú veist, heima hjá sér auðvitað, heima hjá einhverjum og eins líka bara svona þú veist, eins og krakkar hafa kannski alltaf gert úti, þú veist við erum bara hangandi á einhverjum bílaplönum og skólalóðum og eitthvað og og sýstundu krakkin í Hagkaupum sem eru nú ekki í góðu ástandi. Já, bara á bílastæðinu þar fyrir utan. Já, bara bílastæðinu þar fyrir utan. Og þetta er svona og þegar ég tala unglingadrykkju þá bara svona til einföldunar ef ekki bara fella önnur vímuefni inn í það. Jú, ég held að það sé brennivínið er nú ekkert skárra heldur en annað. Nei, og það er líka oft fyrsta skrefið. Það er oft fyrsta skrefið. Já, fyrsta skrefið. En sko myndirðu segja að til dæmis ef við förum aftur 2010 geturðu reynt að meta það hvað samanburði? Ég kem utan að landi og var ekki, ég svo sem bjó í Reykjavík árið 2010 en hafði þar ekki svona þessi tengsl við unglingana þar en ef ég ber bara svona þú veist, það sem ég þekki frá sko 2010 það var og meðan við núna jú, þú veist það var einhvern veginn meira það var náttúrulega ekki litið á þetta sem eins eðlilegan hlut. Nei. Að unglingar væri að drekka þau voru hræddari við það. Já. Og við viljum auðvitað ekki að þau séu hrædd en sumt er hræðilegt sko. Já, upplýsingastraumarnir voru kannski öðruvísi eins og við höfum aðeins verið að tipla inn á sko, það er búið að normalisera neyslu og það er hvatt til hennar. Já, það má bara segja sig hvatt til hennar beint eða óbeint og sko þannig að það eru þá bara alls konar svona miðlunarlegar og viðhorfslegar ástæður fyrir því að ég held að það sé stór partur af þessu
og svo svona þetta hérna það að þau eru svo það er allt svo skipulagt í lífi barna þegar þau eru, sérstaklega þegar þau eru lítil Já. Alveg frá því að þau eru bara, þú veist, þau eru bara í leikskóla og í hérna og eru svo jafnvel bara, þú veist, líka í tónlistaskóla og ballett og fótbolta og allt þetta og þetta heldur áfram alveg út allt miðstigið þá er bara rosalega skipulagt starf í kringum börnin. Þau eru alveg í hérna alveg upp að svona 11-12 ára þá eru þau bara í stífri dagskrá frá þau vakna þangað til þau fara svo. Er hún of stíf? Ég held að sumuleit hún sé of stíf vegna þess að þau kunna ekkert að láta sér leiðast. Þau vita ekkert hvað þau að gera við sig þegar það er engin skipulögð dagskrá. Og svo verða þau unglingar og þeir sem ekki eru afreks þeir detta dálítið út á þeim tíma þegar þau verða svona 13, 14, 15 og þá ertu komin með einstaklinga sem hafa tóm til að fylla og þau hafa aldrei prófað að sitja bara í sjálfum sér og láta sér leiðast og þá ertu síðan með markasöflin að fylla þetta tóm og sem ýtir undir áhættuhegðun sko. Já, þetta er allt saman mjög umhugsunarvert þú vinnur við að hjálpa börnum sem hafa lent í einhvers konar ströggli, er það skólaforðun? Já, aðalega skólaforðun en má ekki segja að þetta tengist Jú, í sumum tilvikum, er þetta þetta allt svona undir stórum hatti og það hefur, þú veist það hefur orðið aukning í það er fleiri unglingar í dag sem ströggla í skólanum heldur en fyrir 10-15 árum ef við tökum þá sem ekki vilja treysta sér til þess að mæta í skólan ertu með eitthvað samanburð í dag og fyrir einhverjum x árum? Já, það sko í því verkefni sem ég er að vinna í það sem snýra aðalega að þeim hópi að hann hefur tvöfaldast á 10 árum. Hvað er þetta margir krakkar í Reykjavík sem að sko, þau eru svona þau sem að koma inn á borð til mín, það voru síðastliðin vetur 180 krakkar. Það er rosalega mörg börn. Þetta eru sum þeirra í ágætismálum. Þurfa bara eitthvað svona smá aðstóð eða hérna eitthvað hluta vegna bara svona áhugalega séð þurfa eitthvað annað heldur en bara venjulegt bóknám. En hvað var þessi hópur stór fyrir 5 eða 10 árum, veistu það? Svona milli 60-70 krakkar kannski. Þreföldun? Já. Og hvað segja börnin sjálf? Þetta er auðvitað erfitt, sko. Mörg þeirra sjá bara engan tilgang og ef þau hafa engan tilgang þá nennir þau ekki að gera þetta eða vilja ekki gera þetta eða finnst þau ekki geta sem að bara mæti í skólan og vera þar. Mörgum þeirra líður bara ofboðslega illa og þannig að þú veist ef þið líður illa og finnur ekki tilgang í veröldinni þá ertu líklegar en ella til þess að reyna að leita eitthvað flóttaleið. Þá getur verið mjög góð björgun að geta hérna sleppti að vera með fullri meðvitund tíma, sko. Reyna að flýja þótt ekki verið nema andartak. Já. Hvernig gengur að eiga við þennan hóp? Sko, hver einasti krakki er góðu krakki. Já, því trúi ég. Þau eru þetta er áhugaverður hópur að spjalla við. Því að þau sjá oft eitthvað sem að sko, ef að kerfið hendar þér þá sérðu þetta ekki gallan á því. Nei. En þarna er svona komin hópur sem að Þetta er rýnihópur. Þetta er rýnihópur og það er áhugavert að heyra hvað þau hafa að segja. Og þau
sko þau þurfa meiri fjölbreytni og svo það annað sko að við sem að störfum í skólum, ég sé alltaf við sem störfum í skólum, þó ég vinn ekki í skóla í dag en Þú ert kennari, ég er samt bara kennari alltaf kennari. og að þeir sem velja sér að vinna í skóla er mjög oft fólk sem að átti ánægilega upplifun af þeim tíma sem það var í skóla og þess vegna og sjá þess vegna kannski ekki alltaf það sem að betur mætti fara og þá er áhugavert að hitta þennan hóp sem að er einmitt ekki á þeim stað. Hittur þú stundu fullorðið fólk sem segir, er þetta ekki bara aumingjaskapur? Já, á hverjum degi hitti ég það fólk. Og sko, jafnvel þó þetta sé aumingjaskapur, ef að það væri tilfelli, sem ég held að það sé ekki, en ef það væri tilfelli, þyrftum við þá ekki samt að gera eitthvað í því, eða? Jú. Þannig að það kannski skiptir ekki öllu máli, hvort við skilgreinum þetta sem aumingjaskap eða eitthvað annað sko. Nei, það skiptir einhver máli nema það að við ættum að nota orð sem að sem feli í sér virðingu og sko og það er oft talað þetta þú veist að vera unglingur er mjög erfitt og hefur alltaf verið erfitt maður þekki það er ekkert nýtt að vera unglingur er bara mjög erfitt tímabil í lífinu þú ert bara að það er verið að, ég tala stundum sko það er verið að rebúta tölvuna á þessum árum en sko það má samt ekki gera lítið úr þeim vandamálum sem þau eru að glíma við þó að okkur finnist þau kannski stundum smávægileg eitthvað bara þú veist þetta er bara eitthvað væl þá er þetta mjög raunverulegt vandamál fyrir þeim sem þarf að kenna þeim að kljást við. Ef þú verður á stórum fundi og þú myndir segja starfir á Reykjavíkurborg og þú myndir segja ég held að við þurfum að fara einhvern veginn að horfast í augu við það að aðgengi jafnvel opinbera aðila íþróttafélaga og annar áfengi og svona þetta er bara orðið mein og þetta bara er til trafala fyrir okkar skjólstæðinga og hóp og við verðum einhvern veginn að berjast gegn þessu og reyna að opna augu fólks fyrir afleiðingum í nafni frelsis og annar sem ég nefndi þarna í inngangnum. Hvað myndi fólki í kringu því segja? Ég hef ekki hugmyndu það. Og er enginn að reyna að innbráða þessu? Jú. Auðvitað, jú. En það er samt svona auðvitað sko íþróttafélögin eru góðu kallarnir. Það er alveg íþróttafélögin eru góðu kallarnir. Við viljum að börn taki þátt í íþróttum. En það er mjög erfitt eins og er orðin staðan núna að íþróttafélögin eru sko beggja vegna borðsins. Þau eru með þetta unglingastarf eða barna unglingastarf og þau eru virkilega mörg og víða er verið að vinna rosalega gott forvarnastarf í íþróttafélögunum sem er augljóst og ætti ekki að þurfa að nefna og er bara frábært, algjörlega frábært en svo snúa sér við og selja áfengi út gluggan og eru jafnvel farin að halda fram að ef þau gerðu það ekki þá myndi fjárhæðan legast í sundur og þá er orðið mjög stutt í einhvers konar vítarhring, ósjálfbæran vítarhring og einhver staðar verður á einhverjum tímapunkti einhver að segja hinga á ekki lengra þetta sko að vera að lifa ósjálfbæri stefnu sko, sem kemur niður á framtíðinni. Forvarnastefna getur augljóslega ekki verið ósjálfbær. Þá er hún ekki lengur forvarnir. Og þú veist það þyrfti einhvern veginn að sko, eins og ég segi íþróttafélögin og íþróttahreyfingin hún getur ekki verið í báðum þessum hlutverkum. Hún getur ekki bæði verið að ýta undir neysluna og þetta og
berjast gegn henni, því að þá verður baráttan gegn, það verður alltaf þannig að baráttan gegn það sem mun virka sem lygi eða sýndarmennska. Já. Því hitt staðreind. Þannig að þú tekur undir það með mér að það þurfi svona vitundar átak Já, og það þarf í rauninni bara að kannski marka einhverja ákveðna stefnu, þú veist, hvert ætlum við með þetta? Ef að íþróttafélögin eiga að vera forvörn, þá verðum við að ákveða að gera það þannig og það þarf þá að taka það alla leið, sko. Já. Kristrún Frostadóttir segir að ég viðtali við Moggan í dag að meðal stærstu verka ríkisstjórnarinnar séu svona mál sem tengist atvinnustefnu, en það eru margir sem upplifa að núna séu veskin opin í fyrir atvinnulífið og í varnarmál, öryggismál en þessi forvarnageiri og mál sem einu sinni voru kölluð mjúk á ritstjórnum en eru það svo sannarlega ekki, þau eru grjóthörð en að þetta eigi allt svolítið undir högg að sækja. Eitthvað til í því? Ég veit það ekki. Já, ætli það ekki. Allavega, já. Sko, ég sé mikla umræðu sko ofbeldisforvarnir og svoleiðis sko. Umræðu forvarnir í geðheilsumálum og svona. Þó ég kannski ekki alveg sé það nógu vel í einhverju aksjón sko. En þessi forvarnir gegn þessari neyslu unglinga á vímuefnum, já, hún á undir högg að sækja. Og leitin að inntaki lífsins á kannski undir högg að sækja. En síðan þetta sko, þú veist, ofbeldisforvarnirnar og forvarnir gegn, í geðheilsumálum eru auðvitað bara partur af þessu sama. Það svo oft sem neyslan kemur annarkvort í kjölfarið á vanlíðan, ofbeldi kemur í kjölfarið á neyslu, þetta allt rosalega samtengt. Já. Þannig að ég held að þessar forvarnir sem svo mikið verið að tala núna, ofbeldisforvarnir og forvarnir í geðheilsumálum, það má ekki taka neyslu forvarnirnar, það má ekki setja þær út í kuldan á meðan, því að þær eru partur af þessu. Sko. Og við megum auðvitað ekki gefa, við megum auðvitað ekki líta undan, við megum ekki gefa neitt afslátt á því ef ómenning að leysa menningu af hólmi, því að við vorum svo stolt yfir þeim árangri sem að náðist, hvað varðar unglinga og neyslu áfengis og annara vímuefna. Veistu hvort það sko til bara eitthvað skapalón sem að þarf að reyna að sækja aftur, eða eins og þú nefndir áðan, eru tímandi svo breyttir að það þarf þá að umbylta aðferðunum sem að... Sko, það áhugavert að víða út í heimi þá til módel sem heitir íslenska módelið í forvörnum unglinga. Akkurat. Og margir hafa verið að nýta það sem í rauninni bara þessi uppskrift sem að var farið í hérna á 10. áratugnum eða 9. og 10. áratugnum. Sem við mættum kannski alveg dusta rykið af að einhverju leyti og þóttu sem með internetið og samfélagsmiðlana. Þú veist, og það þarf bara að bæta því við. Það vantar rosalega svona þetta taumhald, sko. Þú veist, þetta félagslega taumhald. Það vantar þetta félagslega taumhald. Og það þykir leiðinlegt að vera að ræða þetta sem við erum að ræða núna. Þú ertu bara ekki að taka þátt í þessu partíi, sko. Nei, og það auðvitað meira gaman að vera með í partíinu. Já. En ef að partíið á að geta haldið áfram, þá verður samt að vera eitthvað rammi utan það. Það ekki? En ég held að við þurfum, það vissulega, þú veist, ég meina þetta módeli til, og ég hef alveg séð umræðu að það eru að myndast foreldrahópar sem eru að byrja að sjálfur leggja fram og... Já, sem eru að byrja að vinna í rauninni svolítið eftir þessu, en það vantar sko stóru samstöðuna. Eins og var þarna að það komu allir með. Allt samfélagið kom með á þennan vagn, bara heyrðu við ætlum að taka þetta.
það frábært að foreldrar í einstaka skólum fara að huga að þessum áhættu stöðum í sínu hverfi, fara að taka foreldraröld, vekja, bjóða upp á eitthvað fyrir unglinga og svona. En það vantar sko stóra að það séu allir að gera þetta á sama tíma og það séu allir með. Og sjálfshjálpar hópar á jafningagrunni frábærir eins og þeir eru vinna náttúrulega enn betur ef það er eitthvað miðstýrt eða opinber stuðningur og skilningur. Félagsmiðstöðunar eru frábærar. Þeir eru bara æðislegar og þeir eru að vinna frábært starf, félagsmiðstöðunar út í hverfunum hérna í Reykjavík og út allt land. Og þeim tengt líka sko svona eftirlit í bænum. Það sem að hérna svona flakkandi félagsmiðstöð. Hverfis, en svo verða krakkarnir 16 og þá voðalega lítið fyrir þau. Þegar grunnskólanum sleppir, þá myndast rosalegt gat. Þá eru skólarnir, framhaldsskólarnir að skipuleggja nemendafélög framhaldsskólana að skipuleggja viðburði og svona. Og sem eru samt ekki jafn reglulegir eins og þetta félagsmiðstöðarstarf sem náttúrulega frábært og það sem við þurfum eru ungmennahús sem að eru ungmennahús þar sem að unglingar eða ungt fólk 16-22 ára, 16-25 ára hefur athvarf til þess að stunda uppbyggilega samveru. Því að það sá vettvangur í rauninni ekki til. Árni Guðmundsson taldi það ekki tilviljun forvarnafulltrúi sem satt hér í vikunni, taldi það ekki tilviljun að ekki einasti íþróttafréttamiðill hefði rakið vandræðin við áhengandahóp Brøndby þarna, danska fótboltaliðsins við sölu áfengis á Víkingsvellinum. Og hann vil meina að sem sagt við séum bara kerfisbundið að stinga undir stól hlutum sem við þyrftum að vera að ræða, meinum og svo framvegis og ég mörglut sammálunum. Við höfum áttað okkur á því í seinni tíð að markaðsöflin eru með bara hreðji að taka á mörgum okkar og krakkar kannski með veikan bakgrunn sem að njóta minni stuðnings og festu frá foreldrabaklandi og systkinum og öðrum slíkum, þau eru náttúrulega, má ekki álíta þau séu útsettari fyrir markaðsöflunum. Já, algjörlega. En í svona, hvað maður að segja, í skjóli markaðshyggjunar og óheftra ítaka markaðsaflana þar sem að þau hafa bara fengið að vaksa meir og meir, spreða upplýsingum út alla kanala, burtséð frá siðferði, burtséð frá ábyrgð, burtséð frá forvarnagildi og öllu því. Þetta bara, það mann ekki sem upplifa þetta bara svona stjórnlaust. Já, ég er sammála því að það ákveðið stjórnleysi í gangi í þessu. Það stjórnleysi að ýmsu leyti ágætt, en þá þarf siðferði, Einmitt, þá þarf siðferði. Já. Og stefna sem í grunninn mannfjandsamleg með þeim hætti að hún virðir í engu neikvæðar afleiðingar. Já. Einhvers. Og ef að neikvæðu afleiðingarnar eins og til dæmis í þessu dæmi með þessar fótboltabullur, ef þeir héldi ekki á kortinu og dósinni og meðan þeir kýldi eitthvað, þá kemur þetta mér ekki við. Já. En afleiðingarnar, við þurfum að taka ábyrgð á því að eitthvað shit sem við gerum, afsakið, getur verið... Þú mátt segja shit við þetta rauðaból. Að eitthvað sem við gerum getur haft slæmar afleiðingar og þá verður maður að skoða hvað get ég gert til að hjálpa. Já. Það ekki bara, annars mun þetta alltaf
fara í eitthvað spíral niður á við og endi í ræsinu sko. Þannig að get ég þá ályktað að þér finnst gott þegar fjölmiðlar reyna svona aðeins að móast við eins og við hér með þessari umræðu. Við verðum að gera. Þótt sennilega sko kalli maður á sig helling af hægri podcastum þar sem að sko er gert grín að því að þau á samstöðin eru alltaf að láta eins og heimur sé að fara til helvítis og alltaf. Þetta sko stemningin hefur verið svolítið svo að í stað þess að þetta hafi verið eðlilegur hluti að fjölmiðlaumfjöllun liðina áratuga eins og ég minnist þeirra, þá ertu núna orðin bara einhver mjög svona grömp í kall, fúllamóti, beiskur, sennilega eitthvað klikkaður. Já. Þarna hefur orðið mikið breyting. Það hefur orðið kannski, já, breyting á þessu sko. Þetta var svona, náttúrulega, þú veist, já, við erum bara kannski leiðileg sko. Bara, og þurfum að vera það. En það þarf einhver að taka það að sér sko. En ég vona að fólk sjái í gegnum þetta sko. Þú veist, þeir sem eru á kafi í partíinu, þeir eru kannski ekki fólki sem er marktækast í umræðinu vandamál partísins. Nei. Ekki alltaf sko. Nei, en það ákveðin freistni vandi fyrir samfélag að stinga undir stól. Já, það miklu þægilegra sko að það sé bara gaman. Já, sé bara gaman. Það mér mjög mikilvægt að það sé gaman. Ef bjórin á áhorfendapöllunum lækkar bara 100 kall í hverri viku, verður það ekki bara að hafa það þótt 180 krakkar treysti sér ekki til þess að mæta í skólan, hvort unglingadrykkja hefur aukist, hvort börnin sem áður ætluðu sér að verða afreiksfólk innan íþróttafélagana verða svo bara alkoholistar af því það er alltaf allt löðrandi brennivín í kringu þau. Já, þá segir fólk á móti bara já, en þú veist, ég meina, þau völdu sér það, þau hafa val. En í þessari umræðu eins og ég hef stundum sagt sko að það þarf, frelsi er frábært. Það þarf bæði að hafa sko frelsi til að gera hluti en það þarf ekki síður frelsi frá hlutum. Já. Og börn og unglingar, mér finnst þau eiga rétt á frelsi frá því að hetjurnar þeirra séu notaðar til að markaðsetja vímuefni. Já, frelsi til að sleppa við ákveðið áreiti sem getur reynst skaðlegt. Já. Já, einmitt. Mér finnst það mjög góð afstaða. Við ætlum að halda áfram, Harpa, að fjalla þetta mál og í víðum skilningi vonandi. Ég hef nú eitthvað verið að reyna að fá aðila til að tala um mig frá hinni hliðinni. Einhver hluta vegna þá gengur það nú aðeins erfiðar. Það er annað sem að mér finnst að hafa breyst í fjölmiðlaumfjöllun að þetta er eins og þessi stærra skref núna að koma bara og lýsa þenni skoðun og kannski það líka tengt samfélagsmiðlunum að þeir eru búið að dreifa myndbandinu að því þá er viðkomandi útsettari fyrir einhverju og kannski fólk orðið hrætt við að missa út úr sér eitt rangt orð, eina vitlausum málsgrein, en það verður bara að hafa það. Sko. Já, en ég held líka sko, fólk er hrætt við að missa út úr sér eitthvað vitlausu og eitthvað svona, en ég held samt sko, það er bara fólk á ákveðnu aldurspili held ég sem að er þar. Já. Svo jafnar þetta sig aftur. Já, við vonum það. Ungt fólk í dag er alveg vant því að allur heimurinn viti allt sem það gerir, sko. Já, einmitt. Þannig að það er kannski við miðaldra fólki sem þurfum að leita niður og sækja okkur kunnáttu að þetta sé nú ekki jafn stórt mál. Já, en svo eru náttúrulega samt líka, þú veist, það er rosa erfitt að segja einhverja vitleysu og svo er það kannski bara dregið upp í hvert skipti sem að þú segir eitthvað næstu 20 árin eða eitthvað. Svo er bara ágætt líka fólk hafið það bara svona almennt í huga að það sem að auðurinn er mestur og valdahnyklarnir eru þykkastir, þar er oft mesta ástæðan til þess að spyrja gagnrýninna spurninga og þessi korporismi og þessi peningar, þessi markaðsöfl sem við erum að ræða, afl þeirra, styrkur þeirra er rosalegur
og þau hafa rosalega mikil völd. Já, þau hafa mjög mikil völd. Mikil meiri völd heldur en við gerum okkur grein fyrir. Sko. Já, einmitt. Business, pólitík, korporismi getur orðið að eitraðri blöndu þóttu við sættumst við kapitalist hagkerfi og það hefði marga góða hliðar þá skefja laus útþensla og markaðsöflin ein og sér ánæmi þessar ábyrðar sem þú nefnir, það ekki uppskrift að góðum heimi. Ég held að engum detti það í hug. Nei, og ég held ekki einu sinni hardcore kapitalistarnir halda það. Það þarf alltaf einhvern ramma. Já, en Harpa Henriksdóttir, kæra þakki fyrir að koma. Þú sem sagt verkefnistjóri hjá Reykjavíkurborg og hefur með það núna meginatvinnu að vera í sambandi við krakka sem ekki líður nógu vel. Já, svona erfitt að fara í skólan. Það svona minn stærsti kunnahópur. Já, það minn stærsti kunnahópur, en þú ert með augun og eyrun opin fyrir þessum meinsendum sem við höfum verið að fjallum. Já, og bara kærar þakkir fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Við þurfum að talda áfram að láta að þér kveða og við kannski verðum í sambandi með einhverja frekari viðmælendur í þínu ranni þar sem þú þekkir til. Kæra þakki fyrir komuna. Takk. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum Rauða borðin áfram eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.